Verið velkomin í Gamesýruna hérna á föstudagsmorgni snemma, klukkan ekki einu sinni orðin 7, 8. maí. Herðu, nýjustu fréttir. Þingmaðurinn Tim Burchett sagði við rannsóknarblaðamanninn Jeremy Corbell í viðtali í gær að fyrstu skjölunum, sem sagt þessum UFO skjölum, yrði sleppt í dag. Það sem sagt í kvöld á okkar tíma. Honum var sem sagt að hann fengi sitt fyrsta briefing og skjöl klukkan 3 í dag á bandarískum tíma. Ferlið mun verða þannig að vikulega muni berast svo ný sending á skjölum og gögnum sem gerð yrðu opinber jafn óðum. Þessar 46 skýrslur sem þingkonan Anna Paulina Luna bað stríðsmálaráðuneytið munu ekki vera í þessu fyrsta batsi sem þýðir að vikulega muni þessi skjöl birtast, þau muni birtast jafn óðum. Það má búast við því að skjölin verða mikið yfirstrikuð, enda mikill hluti þessara upplýsingar sem að þeirra mætti ógnar þjóðaröryggi. Ég verð að segja hérna að ég lít þannig á að aldrei munum við fá að vita allan sannleikann. Við munum aldrei fá allan sannleikann upp á yfirborðið. Allavega ekki á hálfu yfirvalda sem að hafa einmitt haldið þessum upplýsingum frá okkur í alltaf 9 áratugi eða frá 1947 sem sagt þegar að bandaríska, leyfum mér að segja, djúpríkið fætti sín allavega fyrsta flygildið og mögulega annað ef við tölum magentaflygildið sem fannst 1933. Samt sem áður þetta skref í rétta átt. Þar að segja, ef innihald þessara skýrslna getur leitt til þess að fólk átti sig á því að málaflokkurinn raunverulegur og að sú vitneskja rati inn í meginströmmin. Verur, jarðneskar eða ekki, það allavega non-human, eru meðal okkar hérna á jörðinni ásamt að UFOs hafa í árþúsundin sýnt sig á himnum. Og það má kannski bæta við að David Grush, sem sagt fyrrum leyniþjónustumaður og rannsakandi innan, Arrow, sem hann var að rannsaka fyrir, minni mig. Hann sem sagt var að rannsaka og taka viðtöl við einstaklinga innan þessara deilda og það var verkefni sem hann var falið á sínum tíma og svo bar hann vitni í vitnaleiðslunum 2023 í júli. Hann maðurinn sem sagði þessa frægu setningu, non-biologics, þegar hann var spurður hvort að við höfum náð til okkar líkamsleifum eða áhöfn með þessum flygildum sem við höfum náð til okkar. Hann að já, non-biologics came with these crafts, sagði hann. En David Grush sem sagt starfar í dag sem ráðgjafi fyrir teymi Eric Burleson í málum UFOs og hann sagði í viðtali í gær eða fyrradag að við jarðarbúar í þessu samhengi þá bandaríkjamenn byggu yfir eða höfðu í sinni vörslu sem sagt flygildi af óþekktum uppruna og ég segi jarðnesk eða ekki, allavega ekki hefðbundna þjóðir eða fjandmenn bandaríkjanna, þá Rússland eða Kína. En hann sagði að flygildin væru fleiri en 10 og færri en 100. Hann veit fjöldan en gat ekki sagt hann nákvæmlega, en allavega fleiri en 10 og færri en 100. Það skal tekið fram að ég trúi ekki á neinar upplýsingar frá yfirvöldum, hvorki vestanhafs né hér á Íslandi. Og ég trúi því að og ég vitna hérna í Jeremy Corbell að okkur verði hér mjög líklega sýndur örlítill sannleikur til þess eins að fela stóra lygi. Smá hérna til viðbótar áður en ég fer inn og hendi morgunmat í grillið á mér að í gær eða fyrradag þá talaði ég sem sagt þessa presta
eða þessa predikara sem héldu því fram að þeim hafi verið safnað á ákveðin stað af embættismönnum og þingfólki og þeir hefðu fengið briefing. Þetta hefur verið leiðrétt að einhverjum hluta. Fundurinn átti sér stað. Það ansi óljóst sem sagt sannleiksgildið sem að þessara upplýsinga frá þessum prestum, en allavega eitt hefur verið leiðrétt 100% og það er að þingmenn, sem sagt í þessu tilfelli þá Anna Paulina Luna, Eric Burleson og Tim Burchett, þau sem sagt voru ekki á þessum fundi, heldur voru þetta aðrir sem sagt bara jakkafattaklæddir embættismenn. En það skal samt tekið fram að Eric Burleson átti símafund með ákveðnum hópi predikara og presta og þá skils mér að það hafi meira verið bara í þeim tilgangi að svona stuðla að mikilvægi þess að halda fólki á tánum og í virkri trú. Forsendur þessara skilaboða óljós, en ég kannski get ímyndað mér að það sé vegna þess að upplýsingar eru að fara að koma fram sem að munu á öllum líkindum velta auðvitað okkar heimsmynd eins og ég hef oft talað og þá sérstaklega fá okkur til þess að spyrja mitt spurninga skaparan, Guð og mögulegan uppruna auðvitað okkar manna og trúarbragða sem að geta leitt til þess að fólk yfirgefur trúarbragð og fyllist efahyggju og ringulreið. Trúarbragð eru náttúrulega ekkit annað en ákveðið verkfæri sem að eru hönnuð til þess að halda fólki in check og megin efnið í þeirri uppskrift eru þetta bara skömm og undirgefni. Það nú bara það, krakkar. Heyrðu, að svo stöddu, kveðji ykkur og óski ykkur auðvitað góðrar helgar og ég muni auðvitað bara henda í nýjustu fréttir eftir því sem það berast. Abaðanei, over and out.